Nú ætlum við aðeins að skoða vaxtavexti eða áhrifan af því að geyma peninga í banka í mörg ár. Dómhildur geymir 30.000 eða leggur 30.000 krónur inn á banka með 3% ársvöxtum. Hvað hún mikið? Hún leggur ekkert meir inn eftir 2 ár, 3 ár, 10 ár eða 25 ár. Við skulum aðeins taka inn á smá pælingu fyrst. 3% af 30.000 er 900 krónur. Þannig að hún fær 900 krónur á hverju ári. Eða hvað? Við skulum aðeins geyma þessa tölu. Því að það sem við gerum 30.000 sinnum 1,03 í því veldi sem árin eru. Og hér ef ég ætti að fá tvisvar 900, það er 1800 pluss 30.000, ég ætti að fá 31.800. En talan sem ég fæ út er 31.827 krónur. Ég held áfram. 30.000 sinnum 1,03 í þriðja veldi. Út úr þessu kemur 32.782 krónur. Svona ger ég þetta, þarf bara að passa að setja rétt veldi, 30.000 sinnum 1,03 í tíunda. Og ég nota vasareiknikfæri til að gera þetta. 40.000, sjáðu hvað þetta farið að telja hratt. 3.317 krónur. Og muniði, 900 krónur í 10 ár eru 9.000, það áttu nú að eiga 39.000. En vaxtavextirnir, það er að segja vextirnir af vöxtunum sem komu. Því að eftir 2 ár, við erum ekki að telja 900 tvisvar, heldur á fyrra árinu er þetta 900 krónur, en seinna árið er þetta 927 krónur, því þá þarf ég að telja vexti af 900 krónunum sem kom inn árið á undan. Og þannig safnast upp höfuðstóllinn. Ég er alltaf að taka vexti af hærri og hærri tölu. Þess vegna hækkar þessi tala. Þess vegna er þessi tala ekki 39.000, heldur 40.317. Síðan höldum við áfram. 30.000 sinnum 1,03 í 25. veldi. 30.000 krónurnar eru orðnar að 62.813 krónum. Þetta er búið meira en tvöfaldast og við lögðum ekki krónu inn. Að vísu tók það 25 ár, en það er sama. En ég hef ekki fengið, og hérna er ég búin að fá 32.000 í vexti, ég hef ekki fengið, ef ég fengi bara 900 krónur á ári, þá hef ég ekki fengið nema 22.000 krónur í vexti. Það munar 10.000 krónum á að taka vaxtavextinn inn eða gera það ekki. Þannig að þessi tala er ekki rétt. Heldur þurfum við að setja prósentuna með breyti þættinu muniði í það veldi sem við á hverju sinni, þar að segja árafjöldan.